Það eru femíníska fréttir og Margrét Pétursdóttir, velkomin. Já, Hvað í fréttum? Heyrðu, ég vildi nú endilega fá að pikka svolítið í málefni sem hafa nú verið hérna hjá okkur á samstöðinni og byrja kannski á Iðnó síðasta fimmtudag. Þar hafa verið málþing, Stígamót voru með málþing vændi á Íslandi. Fullt út úr dyrum, alls konar fólk. Það var lögreglan og það voru lögfræðingar og verkakonur og heilbrigðisstarfsfólk og alls konar fólk. Það nema vændisköpendur. Já, nú veit ég ekki, þá þekki ég ekki. Nei. En það fá þeir yfirleitt að vera einhvers staðar í friði. Hvað kom þetta fram? Heyrðu, þarna hafa verið að fara bæði í gegnum sem sagt nýjar rannsóknir sem hafa verið gerðar á högum þolendavændis og þær voru svolítið sláandi. Þetta eru stóra tölur og þær eru að koma mjög illa út, hvað ég var að segja, allstaðar þegar það kemur að félagslegum og heilbrigðislegum þáttum. Þetta er yfirleitt fólk sem hefur jafnvel, meiri hlutin að því hefur lent í kynferðisbrotum á yngri árum, sifjaspellum og nauðgunum. Þetta er meiri hlutin að þessu fólki hefur verið að glíma við sjálfsvígs hugsanir, tilraunir og þetta fólk það fær í rauninni afar litla, hvað ég var að segja, það fær afar litla samúð eða það fær allavega ekki mikið svona aðstoð innan kerfisins, hvort sem það er heilbrigðiskerfi, félagslegt kerfi eða annað. Það var samanburður hérna í fréttinni á samstöðinni að það væru stærra hluta þeirra sem hefðu verið vændi, sem hefðu verið með sjálfsvígshugsanir heldur en þeim sem hefðu verið nauðgað. Þannig að hugmyndin það að sé allt í lagi að vera í vændi, þetta sé valkostur og þetta sé bara atvinnugrein eins og hver önnur, passar ekki alveg. Nei, þetta mjög gríðarlegt áfall. Algjörlega og eiginlega má segja kurvan er þannig að ef þú ert með svona minni hlutana á sikvara mendanum á kurvinni, annars vegar kannski mansal öðru megin og síðan hamingjusama hóran hinum megin, en kurvan þá sem er í miðjunni, hún er alltaf miklu stærri og þar er bara þetta venjulega fólk, íslenska konur sem að lenda í því að vera annarkvort brotnar eða þær lenda í félagslegum og peningalegum hremmingum. Þetta eru fátækar konur, þær eru heilsuleysar og þetta er aðal uppistaðan að þessum hóp. Þetta er versta sem getur komið fyrir þig, eftir að margt annað hefur slæmt hefur komið fyrir þig. Já, þú ert eiginlega bara komin alveg út í hot þegar þú ferð þarna í þessa aðstöðu. Þetta kom líka fram, það var reyndar mjög sjokkerandi og maður sá að það var fólk sem að labba út úr salnum, það var verið að rýna í síðu þar sem að gerendur, kaupendur, vændis halda uppi, þar sem þeir spjalla saman og eru svona með, hvað ég var að segja, þeir gefa einhvern, skrokka einhvern og annað og það er mjög niðurlægjandi fyrir þolendur vændis, mjög ljótt og andstyggilegt. En svo var kom Brynhildur Björnsdóttir og kynnti bókina sem hún skrifaði af frumkvæði Evu Dísar Þórðardóttur og Heldur við eigum svona myndabókinni að við sýnum hana? Já, endilega, gerið það og ég hvet fólk til að lesa þessa bók. Mögnubók og þetta er svona viðtalsbók og sem hún ræði við fólk sem er akkurat þolendur venjulega konur vændi á Íslandi. Þetta er með merkilega bókur sem kom út á þessu ári? Ég held það, þær eru búin að vera mjög duglegar að lesa þetta? Já, og mjög duglegar að íslensku samfélagi eins og þá að lesa þetta? Algjörlega og þetta er bara umræði sem við verðum að halda áfram að ræða og alls ekki að þakka niður. Ef við förum í næsta mál sem að þeir eru reynda líka búin að taka, mig langar endilega við ræðum líka svolítið með betur vegna þess að feministar hafa verið að ræða ólaunaða vinnu í 10 ára þar sem að konur eru að vinna með, og þetta eiginlega kom upp úr því að Alþjóðaheilbrigðisstofnunin er að rýna í heilabilun og þar koma fram þessi ólaunuðu störf að konur eru að taka að sér að hugsa heilabilaða einstaklinga fjölskyldu innan fjölskyldunar og þetta vitum við. Kerfið svolítið þannig, það er bara svo hentugt. Það er svo hentugt að þurfa ekki að borga fyrir þessa umönnun. Já. Það er ágætt að hafa neina á heimilunum. Það passi sig að veita ekki of góða þjónustu. Algjörlega.
Og þetta heitir svo ódýrt. Algjörlega. Og þetta ekki bara náttúrulega gagnvart heilabilum, þetta náttúrulega við erum yngra fólk og eldra fólk sem að verið að hugsa á heimilum og svo framvegis, langveikir og aðrir. Við erum svo gömul, Magga, að við eigum aldraða foreldra. Já. Það kemur manni óvart hvað þetta stórt mál. Og verður bara stærra. Eins og kom fram í greininni sem hún skrifaði fyrir ykkur, hún Sara Stef, þá vilja þeir meina að þetta sé bara faraldur. Þetta eigi eftir að stækka og aukast og það engin í rauninni að búa sig undir það, hversu stórt mál þetta verður. Hver á að sinna fólkinu. Já, þannig að ég held að... Það voru bara ættingjar og þá lendir það oftast á konunum. Já, þannig það, því miður. Þeir eru svo duglegar. Við erum það svo sem. En málið bara þið eru það líka, þannig að þið verður endilega að fara að hoppa á vagninu og aðstoða. Konur hafa ekki unnið baráttunum á heimilunum jafna skiptingu verkana. Ég held nefnilega að það sé bara, ef við hoppum bara síðan yfir í næsta mál, þá sjáum við akkurat hversu magnaðar konur geta verið. Ef við förum til Íran, og ég veit ég voru að ræða þetta núna bara nýlega, að þar barátta í gangi og búin að vera svo sem lengi. Þar búin að vera mikil kvennasaga. Þar var kvennahreyfing sem að spratt árið 1910 og stóð yfir í einhver áratugi. Þær fengu kosningarétt á þeim áratugum og síðan hafa þær alltaf verið sterkar, þó að hafi komið svona tímabilin á milli þar sem þau dottið niður og þá hafa þær alltaf verið sterkar og fengið ýmsu fram. En það sem skeið í byltingunni 79 að þá var af þeim tekið svo margt sem þær höfðu haft fram að því. Hvort sem það í sambandi við skilnaðarmál eða í sambandi við börn og annað og svo settu þeir á þessi lög þar sem inn í þeim fólst, það var þessi sjaralögin og inn í því var þessi hvað ég að segja þar hvað á hvernig fólk átt að klæða sig. Þetta hylja hár sitt, konur. Já, og þar reyndar urðu mótmæli einmitt út af því og þetta voru svona vinsanleg tilmæli í svona 2-3 ár en þá fóru þeir að taka hart á þessu. Valdið sterkt, sko, það getur bara haldið sín mótmæli koma og rísa við vorum svolítið að ræða við hann Kjartan Orra það koma upp mótmæli og svo hnígaðu alltaf þetta bara, þú veist, orkan og úthaldið kannski, og svo náttúrulega þegar ofbeldið svona mikið á móti þetta kannski, heldur þessi feminist hreyfing öflug í Íran til þess að taka hún er það og það er aðeins að það ætli ekki að gefast upp núna Nei, það spratt upp einmitt 2017 og 2019 þá kom upp svona alda núna eru náttúrulega mun sterkari og það aðalega konur sem eru í þessari baráttu núna auðvitað hafa verið efnahagsþrengingar líka í Íran sem að gera það verkum að fólk orðið arfa vitlust og brjálað yfir í hvernig staðan en konur eru sem sagt núna aðalega í þessari baráttu og það ekkert að furða sko því að siðgæðislögreglan sem var sett á 2005 bara árið 2014 voru yfir 200.000 konur teknar í varðhald fyrir að klæða sig rétt. Sko ákærurnar sem eru settar þær geta verið allt upp í 38 ára fangelsi fyrir að bera ekki réttan klæðnað á réttan hátt og þær hafa náttúrulega nokkra dáið á þessum alls ekki konið 10 dagar núna í þessari baráttu þá eru 140-60 manns, ég man ekki, bæði konur og ungmenn sem hafa látið lífið, 5.000 manns verið fangelsaðir. Þetta alveg rosalega stórt. Þetta þetta í að vera borgarastyrð. Algjörlega. Og ég hef trú á því að það búið af því að við erum búin að sjá þetta skeið þarna 2017 og 2019 þá held ég að þetta sé jafnvel að fara að verða meira heldur en við sjáum kannski núna í dag. Ég held að þessi ekkert fara að gefast upp. Ég held að fólk mun bara safnast utan á þetta og fólk mun halda áfram og vonandi bara sjá eitthvað gott koma út af því. Þó maður viti það ekki, það náttúrulega fasismi og valdníslan eru þetta bara núna alveg í miklu svingi. Ítalíu. Ég sá það nú að það var svona kaldhæðin og húmor í gangi í sambandi við forsetakosningarnar á Ítalíu. Það lýst þannig gat nú skeið að þegar þeir farið með að búa til áframhaldandi þætti sko, ítalska fasisma að þá farið þeir að fá í hlutverkið konu í hlutverk Mussolinis. Já, kasta konu í hlutverk Mussolinis. Já, og Við fáum það stundum núna að leika kallarhlutverkin. Já, það oft svo leið sko. Konu James Bond, konu Mussolini.
ekki gott. Þú fagnar ekki að þessi loksins komin kona sem forsætisráðherra það er ekki sama kona, það er ekki sama kona, sko. Það er nefnilega líka annað sem er ég geti trú að við myndum ræða svolítið hennar stefnu í endilega, hún til dæmis talar mikið fyrir aukni fæðingatíðni kvenna sem að þýðir raunverulega að hún ætlar að þrengja að lögum þungunar og frelsi kvenna. Og það mun ábygglega líka þrengja og vera tekið mikið af samkynhneigðum og hinsegin fólki á Ítalíu í hennar tíð því miður. Það er bara það sama og við sjáum alls það sem að kemur svona öfgahægri þá bara fer lífið að verra fyrir jaðarhópana, sko. Kæra þakkir, Margrét. Ekki máli. Vonandi sjáumst við aftur eftir viku. Já, takk. Það er núna, ætlum við að tala um velferðarríkið. Þetta er augnablik.